Komið sæl, við erum stödd á Ólafsfirði þar sem fjórða umferð VAFF-PSA Íslandsmeistaramótsins í snjókrossi fer fram. Hér er fínt veður, við erum stödd í miðbænum, falleg braut og allt að gerast. Já, þá komið að stóru strákunum í opnaflokknum hérna á Ólafsfirði. Lexi og Ingi með ykkur í snjókrossinu eins og vanalega. Þetta verður spennandi, Lexi. Já, nú er allt að gerast. Það er flott braut og allt tróðið í þetta. Já, en áður en við hefjum keysluna á stóru strákunum skulum við kíkja aðeins á hvað gerðist í minniflokkunum á Ólafsfirði. Já, það var alltaf að gerast í sportflokknum og unglingaflokknum. Það var Sæþór sem sigraði sportflokkinn fyrir hörkubaráttu við Kára og Baldvin sem sigraði unglingaflokkinn. Lexi, þú ert að gera meira en að vera með mér í þættinu. Þú ert að rekka hérna keppnisliðum leið. Segðu mér aðeins frá því. Já, ég er með hérna Team Lexi Racing Team sem er keppnislið sem við stöttum núna vetur. Og við erum að keyra á Lyngsnjóflöðum í samstarfi við Ellingsen. Og snýstum að bara reyna að ná sama liðseld og við erum með 4 öfluga keyrara. 2 eru að keppa í sportflokknum og 2 í pró. Við erum með þá Hemmertin og Jonna sem eru að keppa í próflokknum og svo erum við Gumma Árna frá Egilsstöðum og Kára Jóns sem er hjólamaður mikill. Er þetta ekki heilmikið vesen og batteri að rekka svona keppnislið? Jú, þetta er stórt batteri og allt saman í heilsinni og margir aðrar sem koma bak við okkur. Það er náttúrulega Mountain Dew er stór bakhjálp og BT og hátækni og við erum með heilan á liðið eiginlega. Ég sé að þú ert hérna talstöðvaður upp ef að svo má orðið komast til þess að ná í allan mannskapinn. Er þetta mikil hjálp að vera með svona græðir á keppnisstað? Já, þetta munar þetta. Samskipti skiptir svo miklu máli. Menn eru kannski á mismunandi stað í brautinni. Þurfa að fylgjast með, þannig að þetta skiptir öllu máli að vera með bara góða græður. Hvernig líst þér á Íslandsmótið fram að þessu? Við erum í 4. umferð og í miðbæ Ólafsfjarðar núna. Er þetta ekki bara búin að ganga nokkuð spurt fyrir sig? Jú, það búið að vera upp og niður eins og þetta bara er og það skiptir bara öllu máli. Þetta er líka skemmtilegt, þetta er lifandi og við höfum þetta að skila vel á okkur í dag og vorum þetta bara að enda á topp. Já, og það er gaman að þessu. Það er skemmtilega við opnaflokkinn hjá okkur er að það virðist allir geta sigrað. Já, þetta er opið, algjörlega opið. Við erum hér komin strax í fyrsta hít og það er Stessi sem nær hana fórustu, kemst fram úr Ryan Duncan sem náði í hólskotinu. Og nú bara að sjá hvað gerir, stuttur hringurinn á Ólafsfirði og sjáu þið! Ryan Duncan komið fram úr og... Þeir eru þarna 4 að berjast fórustana nánast í sömu beginni. Þeir aðeins hot upp í battun og það er nóg til þess að Ryan nýtir sig það. Þetta er líka stutt braut. Menn ekki nema réttunum voru 30 sekundar að keyra hvert hringan og hún er alveg rosalega stutt. Þannig að startið skiptir öllu máli í dag, alveg greinilega. Já, og menn nota hvert tækifæri sem býðst eins og við sáum. En það er Ryan Duncan frá Ameríku sem er komin í fórustu og er aðeins búinn að auka hana. Það var að keyra vel og sigraði fyrsta hítið. Þá yfir í hít nummer 2. Það er aftur, það er Ryan og skýtur bróa hann af hvolf. Brói liðsfélagi hans. Ég harður í baráttu eins og þeir allir titilinn, þannig að þetta er nú ekki það sem hann vildi. Nei, þetta er ekki gaman að lenda á hvolf svona í fyrstu beygju. Ryan Duncan er eldheitur en Ólafsfirði og... Hann var Ásgeir út braut, fer aðeins og innarlega. Missir þar hann eftir Eyþór hann fram á sér. Stessi sýnist mér vera annar. Þeir eru allir að keyra mjög svipað og það virðist oft með þessa gaura að, já, sá sem tekur startið eins og sagði, það er
það kannski maðurinn sem líklegastur til að sigra því að þér eru allir svo svipaðir. Já, þetta allt mjög tætt. Þetta snýst að byrja bara vel og geta haldið því út og klára það. Það var alltaf að gera sig í fyrsta híti og þú út úr braut og út allt. Já, það svo grófur. Það verður að viðurkenna. Hvað, þarf maður ekki bara að hægja á sér til að fara undir þar næst? Jú, maður að reyna það. Það svolítið erfitt. Maður svolítið stefna á fyrsta sæti núna, ekki þriðja. Brói alltaf hjá hress. Það er bara þriðja híti og Brói tekur á orðinu. Þarna eitthvað með heim. Sjáu þetta, er þetta ekki Eyþór Hemmert og Stessi sem að rekast hana saman? Jú. Menn að hlaupa hérna inn í braut og reyna að redda málunum. Og Brói í fórustu og Ryan Duncan eldheittur fyrir aftan hann. Það fyrir aftan sem við erum á Jonny á. Já, Jonny klárar hann eftir. Og Ásgeir og Helgir inni, hann mætti nú á línuna. Helgir inni fyrirverandi Íslandsmeistari. Já. Gömul kemp eins og það er. Já, nákvæmlega, einn af þeim gömlu. Ætlar að koma hérna og sína strákunum hvernig á að gera þetta. Skulum sjá hvernig hún tekst upp við það. Það er hörkubarata hérna hjá skítufélagunum. Ryan Duncan og Brói. Sjáu þið þetta? Nei. Brói á hausinn, gerir mistök. Leggist að ná eitthvað í uppstökkinu og næri ekkert að bjarga honum neitt. Reyndar heppin Ryan og hérna þegar að Eyþór eða Jonny skýst hann á milli. Svakalega heppin að vera ekki stokkið á hann. Og Jonny bara eldheitur, komið með pressu á Ryan Duncan. Við skulum sjá hvort hann hafi eitthvað í kallinn. Hérna fyrir Já. Og frábær akstur hjá hann. Flott barátta hérna, Jonny á links, Ryan Duncan á skítu. Það er ennþá hann að nekt algjörlega. Þetta er flott svona, gaman að sjá menn fara inside, outside og að krossa þetta alveg fram og tilbaka. Já, svona viljum við hafa þetta. Hörku barátta allan tíman. Þannig pappi Jóna, góður, diggur að stuðningsmaður á liðinu. Og Ásgeir er þarna þriðji og Helgir inni fyrir aftan hann. Maður er alltaf að sjá nýjan í andlit þannig í fórustu í þessum flokkum. Alveg, ótrúlegt. Eins og ég sagt áður, það virðast allir á línunni eiga möguleika. Jæja, Jonny, þegar þú dettur í gírinn, þá dettur í gírinn, það er að sína sig. Já. Þetta var flott hjá þér. Takk. Maður reynir bara sitt besta. Maður er að reyna að sína hvað maður getur. Sigur í þriðja híti, hvernig búið að ganga í hinnum tveimur hítunum? Þú varst á hausinn í fyrsta riðlinum. Já, ég var klemdur út í startunni í fyrsta hítinu og lenti í þriðja í öðru hítinu. Og við liggum bara upp á við, bara sama í næsta. Bara fyrsta sæti. Já, heggi. Það er eina sem er í boði. Hvernig ertu í stígunum? Ertu ekki eitthvað að klifra upp listan? Já, það er séns. Ef allt gengur eftir. Það er séns. Við vonum bara að besta. Já, takk. Já, hressan Jonny eins og vanalega. Dottinn í gírinn, spurning hvort hann á að taka þetta áfram yfir í úrslitin. Það er gír sem hann er dottinn í. Það er vonandi að halda þessu tempói. Það er að vesla hjá hann að halda stöðuleikanum. Já, það verður styrra hjá þeim flestum upp og niður dagar. En, Lexi, við ætlum að kíka í verslunarlega okkur. Já, kíkjum á nokkur umbúðið. Sjáum hvað er að sína okkur. Stormur er fyrirtæki sem er stofnað 2004. 99% af veltu fyrirtækisins er frá Polaris. Það nýjasta er Victory mótorhjól. Victory er eingöngu götuhjól og stóri krúserar. Lifibrauðið okkar eru fjórhjól og sexhjól. Við erum einir að bjóða upp á sexhjól. En svo í rauninni það sem við erum þekktastir fyrir og merkið er þekktast fyrir. Það eru vélsleðarnir. Þar er langmest dellan í kringum sleðan. Svolítið merkilegt að á Íslandi þá einblínum við á stóru númerin í þessu. Þannig að megnið af sölunni er í stæðstu mótorum. Okkur hefur gengið mjög ágætlega með keppnisleðana núna þetta árið. Rekum í samvinnu við Kóbolt á Akureyri, held ég gríðargott lið. Þar sem að Gauti Kóbolt hefur staðið sem er mikill í prýði. Þetta er sem sagt bæði moddsleðar, 600 modd og svo standardsleðar 440. Úti þá hafa þessi sleðar verið að skila gríðargóðum árangri og teljast alveg örugglega vera stóru sigurvegarnir í Bandaríkjunum. BOL er eitt af stærstu bílaumboðum á landinu og með umboð fyrir fjölmargar bílatíðundir, þar á meðal BMW Land Rover.
Renault og Hyundai og svo erum við náttúrulega með umboð fyrir Articat snjósleðana. Articat eina stærstu snjósleðaframleiðendum í heiminum og 2007 var verulega stórt ár hjá okkur. Þá kom margar nýjungar fram. Articat keppnisliðið samansett af fjöldun allan ökumönnum í dag og þar eru strákar alveg frá byrjendaflokki og upp í toppökumenn, toppflokkurinn, þannig að þetta fjölbreytt flóra sem þarna að keppa og svo eru náttúrulega fullt af fólk í kringum þetta sem eru skrúararnir og þeir sem standa bak í strákunum og þannig að það reynt að hafa dálítið skemmtileg umgjörð í kringum þetta þannig að þetta sé gaman og það sé gaman að vinna í þessu liði og áhörndur hafa gaman að koma og keppnir. Ellingsen svona alhliða útivistarverslun fyrir alla gerðir útivist. Við erum meðal annars með veiðivörur, skotveiði og stangveiði. Við erum með fellihýsi, hjólhýsi, húsbíla og vélsleða. Lyngsvélsleðar eru finnsk framleiðsla, gæðaframleiðsla að sjálfsögðu og þess má geta að Lynx eru mest seldu vélsleðar í Evrópu og mjög sigursælir í öllum keppnum líka. Ég myndi segja að það sem gerði þá sérstaka fjöðrunin. Fjöðrunin er talin með því besta sem þú finnur í þessu og þeir eru framleiddir svolítið öðruvísi heldur en ameríski vélsleðar. Þeir eru notaðir við aðstæður sem eru miklu líkari okkur heldur en í Ameríku. Fyrsta árið hefur náttúrulega farið langt fram úr mínum væntingum. Ég auðvitað lengi búinn að vera í þessu sporti og veit svona sirka hvar þarf að róa en við erum í það bil 3. sæti í sölu núna og mjög nálægt þeim sem eru fyrstir þannig að við erum mjög kátir. Motomax með umboð fyrir Yamaha á Íslandi og að bjóða upp á E-setuna og Vafferið. E-setan crosshjólið hjá Yamaha og tilbúið bara í keppni bara alveg gjörsamlega og Vafferið að koma nýtt núna fyrir 2007 kemur með álgrind og vél úr E-setunni með smá endurbreytingum og mjög spennandi hjól fyrir þetta ár og við koma öll svona nánast alveg tilbúin bara fyrir reis og svo erum við að bjóða upp á götuhjóli bæði með reisera og hippa í fjórhjólum þá erum við með crosshjól sem eru 350 kubika og svo erum við 450 kubika EF-setuna og Raptorin 700 og svo erum við með landbúnaðartæki sem eru fjórhjóldrips og það bæði 350 kubika og 700 kubika. Fyrir börnin erum við með 50 kubika fjórhjól sem hentar vel fyrir 3 til svona 7 ára aldurs. Svo erum við að færa sér upp í 80 kubika hjól, alveg þangað til svona til 12 ára. Þá fara það yfirleitt upp í stærri hjólin. Og svo erum við motocross-hjól sem eru fyrir börn sem eru alveg niður 3 ára aldur. Þá erum við að fara að setja hjálpardekk á þau. Og þannig að þau geta þrepað sér upp alveg þangað til við komum upp í stóri hjólin. Við erum einnig að bjóða upp hjálma og fatnað fyrir motorsport-iðkendur, bæði í motocrossi og fjórhjólum og götuhjólafatnaði. Við erum með leðugalla og Gore-Tex-galla og skó og hjálma og allt sem bara motocrossmenn þurfa til að hlífa sér í þessu sporti. Já, það nóg í boði fyrir motorsport áhuga fólk á landinu, það ekki spurning. Það eru flotta búður komnar út allt, þannig að það hafa ekki verið að vankantur að finna eitthvað dót til að kaupa sér. Enda svona íþróttir á hraðri uppleið. Já, þetta bara klárt fyrir alla fjölskylduna að eiga eitthvað leiktæki í skúrnum. Nákvæmlega. 2 hjól og 1 sleða og fleira. Þó það nú væri. En skulum hjá stig til Íslandsmeistara áður en við kíkjum í úrslitin. Það Ásgeir sem leiðir á Articat. Eyþór Hemmert jafna stigum í öðru sæti. Stessi þannig 3. eða Steinþór. Þannig að þeir eru allir mjög jafnir á stigum, þannig að þetta er spennandi. Skiptir miklu máli að vera framalega í dag. Það þarf að hafa stöðuleika til þess að þetta gerist og þetta er alveg ótrúlega jafnt. Þannig að sáum við Ásgeir að hitta upp, þannig að Ryan Duncan. Rock-signalið, klár. Og svo Stessi þarna. Ára ræsingi sjá hvað. Er þetta ekki bróið? Það er bróið fyrstur. Ryan Duncan annar. Sjáum hérna, bróið í fyrsta. Ryan Duncan annar. Ásgeir hérna í 4. sæti.
Brói flottur, hann leiðir þetta. Já, spurning hvort hann ná að halda þessu. Hann fór á hausinn síðast þegar hann var í fórustu. Skulum sjá hvað gerist núna. Já, hér sjáum við Bróa í fórustu í úrslita hítinu. Flott rastur í honum. Það er spurning hvort hann fara nokkuð á hausinn í þetta skiptið. Já, hann er að halda þetta á góður fórustu á allan hóp hinnan, að gera þetta bara eins og hægt er. Sýnir hérna að, já, sömu takt og hann gerði fyrir norðan á Akureyri. Sjáum hann að Ryan í öðru og hann er bara gott bil hann á milli þeirra, þannig að þetta er ekkert að vera að saxast á, nei. Nei, góður dagur fyrir skítu í dag. Já, mótumann sem hann á að stilla sleðinu sinni vel, bara búin að standa sér vel í hólaskotunum. Ekki spurning, hafa verið hann að fremstur manna, já, meira og minna allt árið bara. Já, þeir eru búin að gera mjög flott í nokkrum keppnum, en vantar kannski stöðuleika stundum. Þið sáum við Eyþór Hemmer, húsa ykkur gulldrenginn. Já, hann er nú bara hann með seinastur. Það fyrir að styttast í að vera hringar. Já. Við sjá hvert að Brói nær honum. Og Ryan var nú aðeins fara að sækja eitthvað á hann. Það verðist þeirra aðeins að nálgast hann Bróa. Hérna sjáum við Ásgeir. Hann sittur í 3 og Jonni er í 4. Hann að fá stessi. Brautin fann að grafast verulega. Já, það er ekki mikið línur, hann menn að snýst aðalega bara að halda sínu línum og reyna að keyra þetta á þess að gera einhver mistök. Hann er fara að nálgast vel, sko. Já, þið sjáum nú húpsana í beigjunum. Þetta er engin smá átök. Þarna er nú videoklippa tekin af kameru. Þarna sjáum við, þetta kemur Ásgeir og Jonni kemur og keyrir þarna. Neglir innan í Ásgeir og eftir liggur Ásgeir í brautinni. Þetta, sjá. Fengum lánað þetta skot hjá áhorfanda. Ég á ekki orð. Ásgeir fer þarna upp á battón og ætlar að taka innlínuna og Jonni kemur þarna, heldur sinni línu og svo er ekkert við þessu að gerast. Þetta er bara svona eitt af þessu sem gerist. Þetta er eitt af þessu sem gerist. En þetta er samt mjög ljótt að sjá. Og þetta leit nú verður út heldur en þetta var. Já, hann fekk hann mikið högg á sig og liggur hann og bara... Það misti andan og var svona hálfangaður kallinn. Já. Sprauta starfsmenn að fjarlæði sleðan og brautinni svo keppnin geti haldið áfram. Svo gull flaggaði við kaflann að banna að taka fram úr. Þarna dólaði allir í gegn. Þarna nú Brói, hann er... Þetta sinni fórustu og Ryan ekki lengur eins nálátt og var. Nei. Hann er hálfpartinn horfinn bara, það er eitthvað komið fyrir. Þannig að það er Brói sem er, já, í fórustu heldur henni og sigrar úrslitin hér á Ólafseyri. Jonni kemur annar í mark og Stessi 3. Ryan Duncan hefur dottið hann út í restina. Já, hann er eitthvað komið upp á hjá honum. Ekki satt við það. Helgirinn er klaraði í 4. sæti. Flott hjá honum. Hérna sjáum við Ásgeir eins og er. Búin að ná andanum og... Já, og líka leiðilegt að því að menn á ekki klára það missa minn svo mikið að stigum og sem er alveg skelfilegt, sko. Því hann var nú hérna leiðandi ásamt Eyþóri. Já. Það er mikið búið að ganga á í dag, en þetta hafðist. Já, þetta hafðist. Ég get ekkert alveg sagt, þetta bara lukkaðist. Það eru 3 dekk bara sprungnir ónýttir undir sleðanum og þeir eru bara handónýttir. Veistu eitthvað hvernig staða til Íslandsmeistara er? Eru menn byrjaðir að telja? Ég myndi ekki sko að ég væri 3. Já, Brói sáttur, búin að láta slefan hafa það heldur betur. Hann er góður að klára sleðana. Ásgeir rölti því miður svektur í burtu, stigalaus úr þessu. En hér sjáum við meistaraflokkinn, það er Brói sem er efstur, Jonni þann annar og Stessi 3. og Íslandsmeistaramótið stigin eru svona. Steinþór er komin í 1. sæti, hann Stessi. Eyþór Hemmer þann annar, Jónas 3. eða Jonni eins og við köllum hann og Brói 4. Þannig að, já, staðan í Íslandsmeistaramótinu, hún er að rokka heldur betur upp og niður eftir hverju keppni. Já, það er bara sjaldan að þessi sami maðurinn tussar upp á velhörnafallið, en Brói er búinn að gera þess að tussa. Já. Þannig að þetta er flott. Nákvæmlega. Hann er kannski að fara að taka sig á núna og halda þessu vel út. Við skulum sjá hérna brotaði besta úr keppninni.
Já, flott keppni á Ólafsfirði, frábær stemming og mikið aksjón. Já, og bara koma á framfæri endilega þökkum til styrktaraðalum okkar sem eru búin að standa bak við okkur í vetur og nóg eftir. Þarna mitt koma fallegu logoðan þeirra, BT, KFC, Hátækni, Mountain Dew, Hringrás, Motomax og fullt af fleiri sem eru þarna líka. En þetta skiptir bara máli. Nákvæmlega, en Ingi og Lexi við þakkum fyrir okkur, sjáumst aftur í næsta þætti. Bye bye. Bye.